Og þá ætlaði ég bara að leyfa mér að fara á stað í þennan örstutta fyrirlestur, eða ekki fyrirlestur, heldur bara svona smá erindi, þar sem við ætlum að fjalla tegundir kjarasamninga og svo friðarskylduna. Og hvers vegna erum við að með þessum hætti, það vegna þess að aðalega að þessi tvö hugtök, þau vindast svolítið saman. Nú fór ég aðeins glærunni á undan, sem átti nú ekki að gerast, heldur vera þessari hérna. Þetta tvennt vefst svolítið saman, getum við sagt. Og fyrst skulum við aðeins skoða með kjarasamningana. Stundum tölum við bara samninga eins og að það sé eitthvað svona eitt hugtak. En samningar eru til af mörgum tegundum og gerðum og kjarasamningarnir eru bara ein tegund af samningu sem við erum almennt að nota. Við erum líka með reglur í stjórnarskráni sem segja það að við sem einstaklingar höfum ein rétt á því að ráðstafa hagsmunum okkar að jafnaði. Það er að segja frelsi okkar til þess að ráðstafa hagsmunum okkar, það er að jafnaði varið í stjórnarskrá. Og það þýðir það að við getum sótt, ef einhver ætlar að taka þennan rétt af okkur, þá getum við fengið hann dæmdan til þess að hætta þeirri aðgerð með einhverjum hætti. En kjarasamningsrétturinn, hann er svolítið öðruvísi. Hann er þannig að við erum í félagasamtökum og það eru félagasamtökin sem við erum í sem hafa réttinn til að gera kjarasamninga fyrir okkar hönd. Og þetta er algjör undantekning í lögfræði. Venjan er svo að ég einn get farið með minn samningsrétt, en það að ég gangi í einhvern félagsskap sem síðan fer með samningsrétt fyrir mig, já, ég er bundinn við þá samningar sem sá félagsskapur gerir og mér sé höfuð það þannig að ef við gerum kjarasamning þá gildir hann fyrir alla jafnvel þó séu ekki í stéttarfélögum. Þetta ergo omni sem byggist á lögum nr. 55/1980. Þannig að þetta er mjög sérstakt. Og menn hafa velt í fyrir sér hvernig stendur á þessu, hvernig og hvers vegna er það sem að kjarasamningsrétturinn er með þessum hætti. Og ég get sagt ykkur það er bara ekkert sjálfsagt við það að þetta sé svona. Margir fræðimenn, sérstaklega á sviði lögfræði, hafa verið og eru á þeirri skoðun að þetta sé nánast ofbeldi. Kjarasamningsrétturinn sé nánast ofbeldi vegna þess að meginreglan eigi alltaf að vera sú að það eigi að vera einstaklingsbundinn kjarasamningsréttur. Einstaklingsbundinn samningsréttur. Og hvers vegna verður þetta svona? Í upphafi síðustu aldar og kannski í lok þeirra þar síðustu, þá voru gífurleg átök í þeim samfélögum sem við þekkjum. Við vorum að fara að koma svona, iðnbyltingin var að þroskast sæmilega. Hér á Íslandi voru að hefjast stórir atvinnuvegir, fiskveiðar og allur heimurinn var í sjálfu sér að breytast. Og það sem breyttist með honum var það að það var til hópur af fólki sem hafði ekkert annað að selja í rauninni heldur en bara vinnuna sína. Og menn eru með á þeirri skoðun að jú, í samningarétti er það þannig að ef þú vilt selja eitthvað, að þá segir, já, ég vil selja þetta fyrir 100 kall og það er einhver annar sem segir, nei, ég vil ekki borga nema 50 kall. Og síðan þurfa menn að ná einhverju niðurstöðu verðið. Það var tekin svo ákvörðun strax í upphafi síðustu aldar að þessi lögmál gætu aldrei gilt vinnuna. Vinnan verður aldrei söluvara í sama skilningi og á við vöru og þjónustu. Og þar af leiðandi geta ekki venjulegar reglur samningaréttarins gilt vinnuna og í kjarasamningum. Og þetta var staðfest í upphafsyfirlýsingum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem verður til 1919 í kjölfar gífurlegra átaka sem höfðu verið í Evrópu og víðar heim. Og þá fær kjarasamningsrétturinn sína fyrstu viðurkenningu. En hann var frekar takmarkaður. Það er að segja hann var ekki jafn víðtækur og hann er eins og við þekkjum hann hér á Íslandi í dag. En eftir 1919 og fram til 1940 þá er tímabil í sögu heimsins sem að við stundum tölum raunar á fyrri hluti þessa tímabils var mjög hagsæll en seinni hluti þess er það sem við köllum kreppuna stóru. Og aftur urðu gífurleg átök á vinnumarkaði. Fólk lagði niður störf, fólk krafðist hærri launa, það var gífurlegt atvinnuleysi, það var verið að lækka laun og guð má vita hvað. Þannig að það voru gífurleg átök í samfélaginu. Fyrra sinni, 1919, þá hafði orðið bylting í Sovétríkjunum sem rak alþjóðasamfélagi til að viðurkenna það að fátæka fólk geti náð kjarasamningum.
í kreppunni miklu að fá ná og komast til valda alls konar populistar, fasistar, nasistar, allt eru þeirra einhvern veginn að græða á ömurleika þeirra samfélaga sem að þeir spretta úr, þar sem hefði verið mikið atvinnuleysi og mikil kreppa og menn áttuðu sig á því, þetta gengur ekki og hér á Íslandi áttuðu menn sig á þessu 1938 að þarf einhvern veginn að koma skipulagi á þennan kjarasamningsrétt, þannig að það verði forðað öllum þessum átökum og styrjöldum nánast og hamförum sem verða reglulega á vinnumarkaði og höfðu orðið fyrir heimsstyrjöld og í aðdraganda þeirra síðar. Þannig verða lögin númer 80/1938 til, lögin stéttarfélög og vinnudeilur. Og tilgangur þeirra var bara sá að koma í veg fyrir átök í rauninni. Skipuleggja með einhverjum hætti það ofbeldi sem að stundum og það ofbeldi bara sem við getum sagt að verkfallsrétturinn sé eða verkmannsrétturinn sé, einhvern veginn að skipuleggja það hvernig við gerum þetta. Og þá verða til sem sagt reglur, þá verður almennt viðurkennt að verkalýðsfélögin hafi verkfallsrétt, það var ekkert alveg sjálfgefið áður. Það er viðurkennt á þeim tímapunkti að kjarasamningar sem félögin gera, að þau bindi alla meðlimi þess, gagnvart atvinnurekendum. Þau í rauninni búa til kerfi þar sem atvinnurekendum ekki orðið nánast orðið skylt að semja við verkalýðsfélögin, því ef þau gera það ekki, þá er þeim bara hótað og farið í verkfall og það er lokað á. Þannig að þetta er sátt sem að verður til þess að skipuleggja þá ofbeldi sem að hafði í rauninni verið á vinnumarkaði áratugina á undan. Og þetta var góð löggjöf. Og hér á Íslandi þekkjum við þennan verkfallsrétt og kjarasamningsréttin sem mjög víðtækan rétt. Við lítum nánast á hann sem sjálfsagðan. Okkur finnst hann bara að vera svo sjálfsagður, verkfallsrétturinn og kjarasamningsrétturinn. En ef við horfum bara í dag til þeirra samfélaga sem eru í kringum okkur, þá áttum við okkur á því að það er bara alls ekki reyndin allstaðar í veröldinni. Við förum meira sér til þróaðra lýðræðisríkja eins og Bandaríkjanna. Þar er kjarasamningsrétturinn í rauninni ekki til staðar fyrir launafólk í fyrirtækjum, nema þú getur sýnt fram á það að meira en helmingur allra starfsmanna í fyrirtækjunum hafi formlega gengið í það stéttarfélag sem krefst þess að gera kjarasamning. Þetta þýðir það að fyrirtæki í Bandaríkjunum eins og Walmart, stórfyrirtæki sem ekki hefur verið þekkt af sérstakri ástúð við launafólk, þeir passa upp á það alveg konsekvent að þeirra hlutfall starfsmönnum nái aldrei 50% þannig að þeir þurfa að gera kjarasamning. Ef það næst ekki, þá er ekki skylda til þess að gera kjarasamninga við stéttarfélögin sem þó vilja gera það. Þetta er í Bandaríkjunum. Ef við kíkjum aðeins lengra á austur og förum yfir til Kína, þar sem að verkalýðshreyfingunni er stýrt af stjórnvöldum og kommunistaflokkum, þar er verkfallsréttur nánast ekki til og er bara ekki praktíseraður. Við förum til Frakklands þar sem við sjáum að þátttaka í verkalýðsfélögum er dottin undir 10% og þar er jú verkfallsréttur. En vegna þess hversu fámenn og veik verkalýðshreyfingin er, þá birtast verkföllin fyrst og fremst í óeirðum og mótmælum, gulum vestum og öðrum bara mótmælum og látum á götum úti. Þannig að þetta er ólíkt í heiminum og hér heima á Íslandi höfum við raunar mjög sterkan og góðan kjarasamningsrétt og góðan verkfallsrétt. En þá komum við að, eins og við vitum, allir peningar hafa tvær hliðar. Hin hliðin á þessum peningi sem að verkfalls- og kjarasamningsrétturinn er, getum við sagt að sé friðarskylda. Nú þarf ég að skipta glæru. Hvernig gerum við það? Einhvern veginn klikkar það hjá mér. Nei. Þarna hvað? Við sögum á að kjarasamningsrétturinn væri ekki alveg sjálfsagður, en þá getum við sagt að verkfallsrétturinn, hann er það bara ekki heldur sjálfur. Þetta er þessi átakaréttur sem ég var að lýsa áðan og friðarsamningurinn sem tekst 1938 átök á vinnumarkaði, hann er keyptur auðvitað gegn ákveðnu gjaldi og við getum bara sagt í fullri hreinskilni að hluti þess gjalds er friðarskylda. Það þýðir
Þegar átökunum lokið, ef við segjum sem svo að verkalýðsfélögin fái þetta ofboðslega sterka umboð til að gera kjarasamninga sem bindur alla þeirra félagsmenn og eins og gildir hér á Íslandi, bindur meira að segja launafólk sem ekki félagsmenn í stéttarfélögunum á grundvelli laga 55/1980, þá þýðir það að eftir að átökunum lokið og eftir að kjarasamningurinn hefur verið undirritaður, þá segjum við, nú hefst tímabil friðar. Við ætlum ekki að raska friðinum á þessum tíma. Þetta þýðir það að við getum gengið sem launafólk út frá því að halda vinnunni okkar á þeim kjörum sem að samið var Atvinnurekandinn hefur ekki heimild til þess eins og hann gerði áður stundum að gera kröfu það að laun væru lækkuð. Því ef við skoðum söguna, þá gátu kjarasamningar eða samningar og niðurstöður í vinnudeilum stundum gengið út af það að laun fólks voru lækkuð. Á undirfriðarskyldu getur atvinnurekandi ekki gert það, við semjum lágmarkslaun og við það situr. Hann getur ekki raskað því. Á sama hátt getur við ekki undir friðarskyldu farið fram með launakröfur og beitt til þess valdi til þess að sækja þær. Við getum auðvitað samið þær og stundum það gert, en við getum ekki beitt afli verkalýðshreyfingarinnar til þess að fara í verkfall, til þess að knýja á kjarabætur undir friðarskyldu. Þannig að þetta í rauninni hin hliðin á peningum. Það er að segja það sem við þurfum að borga fyrir, getum við sagt, fyrir þennan verkfallsrétt og þennan víðtæka kjarasamningsrétt það, ok, þegar að búið að skrifa niður, skrifa undir samning, þá komin á friður og hann gildir meðan kjarasamningurinn í gildi. Þá ber okkur að virða kjarasamning. Þannig að verkföll og verkbönn í hefðbundnum skilningi undir friðarskyldu eru ólögmætar aðgerðir og geta verið bótaskyldar. Og þetta hefur verið talin afskaplega mikilvæg regla því að ef að skoðað í gegnum efnahagslíf okkar Íslendinga og efnahagslíf annarra þjóða, þá getum við séð að það skiptir gífurlega miklu máli að svona friðarsamningar takist og að þeir haldi. Og það sést bara á fjölda verkfallsdaga sem að hafa í rauninni hér á Íslandi ekki verið mjög margir á almennum vinnumarkaði. Á síðustu árum það hefur frekar verið á opinberum vinnumarkaði sem það hefur verið. Þannig að til þess að ná þessu hvoru tveggja, bæði kjarasamningunum og gera verkföll, jafnvel þó þurfum að nota þau, og til þess að vera með friðarskylduna, að þá erum við með lögin númer 80/1938 sem byggja á alls konar formreglum það hvernig við eigum að gera hlutina, hvenær við eigum að gera hlutina og að okkur sé skylt að gera einhverja tiltekna hluti á einhverjum tilteknum tímum. Allt til þess að skipuleggja beitingu þessa ofbeldis. Og þegar niðurstaðan komin, þá ætlum við að standa við hana.